Margir velta fyrir sig kannski bragðlaukar að hugsa fyrst og fremst bragðið á mat, en matur akkúrat við byrjum að upplifa bragðið og hugsanir í kringum matinn leið og við sjáum hann. Eða jafnvel leið og við heyrum skrjáfiða brak. Okkar tilfinning að krakkarnir hafi mikinn kvíða gagnvart mat og kvíðinn sé í rauninni ómeðhöndlaður í tengslu við mat. Það sé áferð og lykt og hljóð, allt þetta getur vakið viðbrögð í taugakerfinu. Þannig að við erum að vinna með sjónskynið, heyrnina, lyktina, snertinguna, hvort sem við erum að snerta með höndunum eða svo þegar snertingin við að fá matinn upp í góminn og svo loks bragðið. Við vitum að börn sem eru kvíðin gagnvart mat og þau eiga til að kannski upplifa fælni og hræðslu gagnvart nýjum matategundum. Það er lítið rannsakað og við höfum einstaklega mikinn áhuga á því. Og þetta eru svona jákvæðar, skemmtilegar æfingar sem snúast ekki endilega að borða, heldur meira að upplifa matinn. Við ætlum að skoða allt með jákvæðni og gleði og leik í huga, þannig að foreldrar og krakkar vinna skemmtileg verkefni saman. Þá erum við ekki að fara að hræða börnin með því að þau verði að borða eitthvað, heldur eru þau að upplifa mat og draga þannig úr í raun og veru kannski ótta við oft hið óþekkta. Það eru gríðarlega mikil streituviðbrögð sem geta orðið við mat og matarupplifun og matartímann og að auka vellíðan í kringum þessa þætti er mjög mikilvægt. Við erum að leita að börnum sem eru bæði með taugaþroskaraskanir eins og ADHD og einhverfu. Börnum með taugaþroskaraskanir er yfirleitt vísað úr þessum rannsóknum, það er að segja þau eru ekki tekin inn. En við höfum áhuga að skoða þessa krakka sérstaklega og náttúrulega börn án þessara raskana líka. Matvendni er í sjálfu sér eðlilegt fyrirbæri og það er talað að flest börn upplifa einhverja matvendni eða hún sé algengust á leikskólaaldrinum og svo á hún að fara minnkandi með hækkandi aldri. Ávinningur foreldra og barna í að taka þátt í námskeiðinu er fræðsla, fjölbreytt fæðuval og vellíðan.